Komið sæl. Ég heiti Kolbrún Dögg. Það skiptir sköpun að hafa MPA til þess að skapa list. Ég er kona með standpínu. Ég heiti Kolbrún Dögg og ég er fötlunarlistakona. Mér finnst fötlunarlistin svo æsandi og spennandi. Ef til vill er ég maður. Listamaðurinn, Kolbeinn Dagur. Hann hefur alltaf þráð að komast inn í listagyðjuna. Sjálfa, sameinast henni og þjóna. Ég er frjó og ég hef mikla þörf fyrir að skapa. Listsköpun skiptir sköpun fyrir mig og mitt líf. Við það skapa leysist ég úr læðingi og uppgöta kraftinn sem býr innra með mér. Sköpunarkraftinn. Hann er hluti af eðli mínu og ég þarf reglulega að fá útrás fyrir hann. Að hafa þörf fyrir að skapa er hvöt, orka, bara eins og kynhvöt og kynorka. Af hverju er ég með typpi á hausnum? Þið hugsið kannski með ykkur að ég sé með kynlíf á heilum. Rétt er það. Ég er kynvera. Ég hef áhuga og þörf fyrir að stunda kynlíf. Það er hluti af því að vera manneskja. Kynhvötin er ein af frumhvötum mannsins eins og að borða. Því hefur stundum verið haldið fram að fatlað fólk sé getulaust, afbrigðilegt og jafnvel gallað. Að það geti ekki stunda kynlíf eða venjulegt kynlíf ef það er með skerðingu eins og til dæmis hreyfihömlun. Kynlíf snýst ekki bara að setja typpi inn í píku. Það snýst ímyndunafl. Eftir höfðinu dansa limirnir eins og sagt er. En það er ekki nóg að við, fatlað fólk, séum frjó ef okkur skortir gredduna til þess að komast inn í listaháskólann og komast aftur út í samfélagið sem menntaða listafólk. Hinn aðilinn verður líka að sýna löngun til að fá okkur inn og gera ráð fyrir okkur sem gerendur í almennu listum, en ekki eingöngu þiggjendur sem eigum að njóta listarinnar eða list annara. Ófatlað listafólks. Það er brýnt að fatlað fólk hljóti menntun í listum til þess að skapa ný verk, nýjar sögur og nýjan endi. Skiptir sköpun að vera með typpi til þess að komast áfram innan listageirans. Þarf ég að vera ófatlaður og gagnkynhneigður karlmaður til þess að geta öðlast listmenntun á háskólastigi? Til að fara í leiklistaskólann og til að fóta mig á listasviðinu? Er nauðsynlegt að vera með typpi til að geta fengið útrás og skapað á alþjóðlegum vettvangi og öðlast frægð sem leikari og leikstjóri? Ég er ekki getulaus listamaður. Það skiptir sköpun fyrir mig að hafa MPA til að skapa list. Ég vil ekki láta temja mig eða teyma mig á einhvern bás sem aðrir segja mér að vera á. Við ungt fatlað fólk vil ég segja, bræður mínar og systur, ykkur sem eigi ykkur drauma að verða listamenn, verið óþekk og óhlýðin eins og hestar, hneggið og látið í ykkur heyra. Verið óhrædd við að sleppa fram af ykkur beislinu. Ég ætlaði að verða leikona þegar ég er stór. Það var minn draumur. En hinn ráðandi menning, aðgengi og viðhorf samfélagsins síðust inn í kollinn á mér, smátt og smátt, þegar skerðing mín kom fram á unglingsárum. Að ég ætti ekki séns að læra leiklist eða verða leikona. Þess vegna ákvað ég að verða bara áhugaleikona og starfaði með harleikofnum tíma. En þessi baktería, leiklistarbaktería, hún hefur búið í mér alla tíð og það er mjög erfitt að losna við hana. En ef ég væri ungkona í dag, tvítugt, þá myndi ég ekki hika við að banka á dyrnar í listaháskólanum og sækja nám. Fyrst þurfum við að komast inn og skapa okkur rými og mynda tengsl. Einnig þarf að huga að aðgengi og viðandi aðlögun og aðstoð í námi eins og mannréttindasáttmáli Sameinuðu þjóðanna kveður á Ég er kona, ég er maður, ég er þú, ég er lífið sjálft. En ekki vera hissa þó að ég segist vera hrissa sem heitir Issa. Mér þykir alveg geggjað að geta neggjað. Það er svo gott að finna hross í oss. Núna ætla ég að vinda mér í
annað sem mér mjög hugleikið og það að skapa mat. Og ég með smá tips fyrir fólk þeir sem í vandræðum með að sjóða hrísgrjón án þess að þau klessist eða brenni við í pottinum. Það ein ung kona sem að skrifa í Fréttablaðið í sumar og var með þetta vandamál að geta ekki soðið hrísgrjón. Og það sem ég geri, það að ég nota pott sem ég fékk þegar ég var ung kona tvítugt. Þetta fyrsti potturinn minn. Ég bara komist upp á lagi með að sjóða hrísgrjón í honum. Og það sem ég gera, ég set svona 2 desilítra af hrísgrjónum í pottinn á móti 4,5 til 5 desilítrum af vatni og stundum setja smá olíu eða smjörklípu, kveiki undir, læt suðuna koma upp og hræri aðeins í og læt þetta sjóða í svona við vægan hita í kannski svona 5 mínútur þar til ég lækka hann ennþá meira niður, svona 1-2 og set lokið á og það vantar tappan inn í pottlokið þannig að það kemur gufan upp úr þegar ég seti það og svo læti þetta bara malla og í heildina tekur þetta svona 20 mínútur og þá það hrísgrjón alveg perfekt og ef þið viljið fá gul hrísgrjón þá setja stundum túrmerik. Annað sem að mér langar að deila með ykkur og það þegar maður kannski að halda matarboð og búin að mála sem maskara og að skera lauk og þá svo fimmleitt að maður fer alltaf að grenja eða oft græta undan lauknum og ég búin að finna eitt ráð og það að nota bara sundgleru. Já. Þá bara getur maður verið bara með maskaran og allt í góðu. Una, viltu aðstofa með að setja sundgleru á hann? Ég pröfa eldspýtu og vera með tungun út mér og það ekki að virka. Þannig að ég bara skelli sundglérun á mig. Og sker lauk. Una, vilt þú byrja að flysja gulrótina? Og ég ætla líka að búa til salat með ykkur í dag. Laukurinn eitthvað smá skemmtur. Það rosalega mikill munur finnst mér. Mikil breyting að vera komin með notendastýrða persónulega aðstoð eða NPA þegar maður þarf aðstoð við að elda. Og aðstoðarkonurnar, þær þurfa ekkert endilega að hafa þekkingu á því að kunna elda eða vera vanar því að ég leiðbeini þeim bara. Þær eru að aðstoða mig við að elda. En það ekkert verra ef þær hafa mjög gaman að því að elda og maður getur deilt svona uppskriftum og ráðum við eldamennskuna. En ég var vön að alltaf þegar ég gat staðið og gengið, þá stóð ég alltaf við þegar ég var að elda. Og það breyttist fyrir svona tæpum 2 árum að ég hætti að geta staðið upp og elda eins og ég gerði. Þannig að nú þarf ég bara að sitja við að elda og þá þarf ég meiri aðstoð við ýmislegt eins og að hræra og lyfta pönnum og pottum og svona því það ekkert mjög þægilegt að elda og vera með helluna alveg við andlitið að maður bara brennir sig ekki, maður að steikja eitthvað. Já, ég ætlaði að gera smá salat sem sniðugt kannski að fá sér í hádeginu og Una, þú kannski bara þarft að fá set bara með lauk í búsinu. Svona ætla ég að taka að mér sundglérun. Já. Ekki maskaran fyrir? Jú. Já. Og ég ætla núna að bara rífa smá. Þú mátt rífa fyrir mig Una rófuna, gulrótina fyrir mig hana bara. Og ég skálina eða? Já, ekki bara á brauðbrauð. Já, það mér langar að segja ykkur frá, kannski heyrðu ekki í því. Þessari bók hún mjög skemmtileg.
sælkera göngur París. Það ýmsir svona réttir hér og sallöt sem ég hef gert. Og ekki verra eða maður getur farið svo bara til Parísar og farið á kaffihús og matarhús og kynnst borginni þannig. Í þessu salati þá hef ég sett stundum svona 2 gulrætur og hálfa rófu, það fer eftir hvað hún er stór. Og svo set ég líka svona kannski hálfa eða 1/4 sítrónukrist yfir og svo set ég eitthvað fræ eða sólblómafræ og rúsínur. Þetta mjög gott. Og ég tala nú ekki ef maður kannski núna að nýta það grænmeti sem er svona rótargrænmeti á þessum árstíma. Ég setja þetta út. Kannski svona smá svona suppugangur. Eitt sem ég finnst líka gott að gera, það að nota svona ostaskera, þess að flysja rófur eða grænmeti. Sæta kartöflur, þar oft erfitt að ná hýðinu af þeim. Viltu gera það? Og ég má til með að segja ykkur frá grænmetismarkaðanum í Mosfellsbæ. Að Reykjum, þar fæst alveg rosalega gott grænmeti. Núna alveg, það er oft alveg frá haustin fram að jólum sem hægt að fá þar gulrætur og kartöflur og rófur og grænkál og ýmislegt fleira. Svona, þau eru bara aðeins að rífa út í. Gera meira, það bara svona aðeins sýnir svo. Þetta er kannski svona, já, þetta er mjög svona frjálslegt. Svo er það bara smá límóna eða sítróna. Það friskar það svolítið upp. Smá svona fræ og rúsínur eitthvað. Kannski taka með teppið. Já. Þetta var það sem ég langaði að deila með ykkur. Það skiptir sköpun að hafa MPA til þess að skapa list og elda. Takk fyrir.